Heyrðu, já, hann komin hingað Jón Karl Helgason, bókmenntarfræðingur, og við ætla að spyrja hann bók sem heitir Ólafs saga Þórhallssonar, sem ég veit ekki, getum við sagt þetta að vera svona hálftýnd gersim í íslenskri bókmenntarsögu? Já, hún var kannski lengi mjög illa svona þekkt. Hún skrifuð eitthvað tímann í kringum 1800. Já. Svona, það ekki alveg vita nákvæmlega hvenar, líklega, já, kannski á síðustu 20 árum, 18. aldar, en hún kemur ekkit út fyrir 200 árum seinna, fram að því bara þekkt í handritum. Já. Þannig að það nú kannski ein ástæða fyrir því að hún sé ekki þetta vel þekkt og reyndar til önnur saga eftir Eirík Laxdal sem heitir Ólands saga. Já. Og hún varðveittist nú bara í einu handriti. Já, og ekkert meira þekkt. Og nei, hún kom út 2006. Já. Og það voru Maríanna Þorsteinsdóttir og Þorsteinn Antonsson sem réðust í útgáfu þessum verkum. Já. Og þau eru bæði, þetta eru stóra bækur og mikil vinna að bara plæja sig í gegnum handritin og koma það svo prent. Og þannig að það er kannski ástæðan fyrir því að það er ekkit margir sem þekkja til þessara verka, en ef þú lest bókmenntasögur svona bara frá seinustu áratugum að þá Eiríkur yfirleitt nefndur í þeim og hann er yfirleitt kallaður fyrsti skáldsagnahöfundurinn. En er þetta skáldsaga? Það má deilum það sko. Það er að segja að þegar menn fara að skoða handritið á 19. öld, að þá eru það þjóðsagnasafnarar, menn eins og Jón Árnason, og þeir sjá að þetta er bók sem í rauninni svolítið eins og svona remix úr þjóðsögum. Það er eins og það hafi verið teknar margar þjóðsögur sem við þekkjum úr safnans og allar svona hengdar á einn þráð. Þannig að Ólafur... Má ég spyrja því, maður þráður nógu sterkur til þess að halda þessum kúlum uppi? Já, sérstaklega í Ólafssögu. Menn hafa nú sagt að Ólands saga þar sé þessi grunnsöguþráðurinn svona kannski veikari, en Ólafs saga í rauninni í grunninn þroskasaga. Ólafur fæddur í Skagafirði og hann svona, sagan hefst, þá hann svona unglingsárum og og svo fylgjum við honum bara svona á flækingjum landið. Hann byrjar að fara til Drangey og verður þar ástfanginn af einhverju huldukonu sem býr neðanjarðar og nú alltaf að ekki bara verða á vegi huldukvenna, heldur yfirleitt endar hann upp í rúmi hjá þeim. En eiginlega svona svo til hver einasta kona sem hann hittir sem einhverju skiptir, hún byrjar á að segja honum sögu sína. Og það yfirleitt einhver þjóðsaga, eða þannig hljómar þegar maður fer að lesa hana. Þannig að manni virðist að Ólafur hafi svona safnað þessum þjóðsögum eða þekktar og ákveða að búa til einhvers konar svona umgjörð, þar sem hann gat hellt öllum sögunum, svo ég helli nú niður vatnum mínu, hellt öllum sögunum sko í þessa umgjörð. Og þetta var nú stundu gert svona á miðöldum eða ekki, búin til svona sögur þar sem fólk kom saman og fólk sagði sögur. Jú, þetta í rauninni mjög þekkt form. Þá má kannski segja að allt fram á 19. öld að þá voru kannski flestir sem voru að vinna með munnlega sagnahefð og þessar svona ævintýri og þjóðsögur, að þeir voru mjög ofta að byggja ykkur umgjörð í kringum þetta og þekkt verk eru Kantaraborgarsögur Chaucers, Tídagra eftir Boccaccio. Þannig að þetta svona alveg í mjög rótgróinni hefð, en það sem að kannski svona einkennir sérstaklega Ólafssögu að grunnsöguþráðurinn hann sko þannig uppbyggður að þessir útúdúrar sem manni finnst vera, að þeir fara að tengjast inn í aðalsöguna. Þannig að þetta verður svolítið sterk hefð og þetta svo sem ekkert einstæmi, það voru ýmsir höfundar að vinna með svona svipað form bara á 16., 17. og 18. öld og þetta voru kallaðar stundum svona skúffusögur, þú ert að draga út svona eina skúffu og svo held ég að það sem hafi svona sko veitt þessum skáldum svolítið innblástur í rauninni 1001 nótt. Sem náttúrulega dæmum svona það sem sagður sögur hengdar upp á þráð. Já, því að það ein grunnsaga, það er kona, ung kona sem að giftast
Soldóni eða Kalífa og hann ákveðin í að drepa hana eftir brúðkaupsnóttina því hann vill sjá til þess að hún verði sér ekki ótrú og hefur stundað þetta að giftast konum og sanga hjá þeim í eina nótt en hún í rauninni eiginlega býður sér fram í þetta hlutverk og fer að segja honum sögu að morgni þannig að hún var spennandi saga, hann ákveður að fresta aftökunum einn dag og þannig heldur þetta áfram í 1001 nótt sko. Verður framhaldssaga hún hættir á svona cliffhanger svo hann vilja heyra meira. Já og það sem að maður sér í 1001 nótt að hún í rauninni býr til svona sko nokkur spennumoment að í einni sögu sem hún segir einhver persóna sem fyrir að segja annarri persónu sögu og í þeirri sögu sko er önnur saga sögð og maður kannski komin inn í svona 4. eða 5. kjallara í þessum frásögnum. Og finnur líkindi með því í Ólafssögu? Já, það sko, þetta kannski algengara í Ólandssögu en það dæmum þetta í Ólafssögu. Það er svona þáttur sem að kallast þátturinn af Ólafi Hrólfssyni og Dvalinn og þar förum við alveg inn í sögu og svo þeim lokað smátt og smátt. En svona dæmum það hvernig sko Ólafur fyrir að binda þessar sögur saman að maður áttar sig á að einhver persóna í þessari, kannski maður er komin niður í annan kjallara, hún fyrir að segja sögu einhver í stúlku, svo þegar hún lokar sögunni þá segir hún, já reyndar ég þessi stúlka. Þannig að það sem manni virðast vera 2 ólíkar sögur, það renna saman, ég kalla það verður svona skamhlaup á milli þeirra. Og Eiríkur leikinn í þessu? Hann mjög leikinn í þessu. Og hann leikinn höfundur? Já, sko Þorsteinn Antonsson svona gefur nú í skyn að kannski hafa hann haft bara einhverja sérgáfu, kannski var þetta bara maður svona með svona Asperger einkennið eitthvað. Að því að hann heldur ótrúlega mörgum boltum á lofti og það til dæmis saga af þessari álkonu í Drangey, hún nú svona þorparinn í sögunni, það femme fatale, hefur lagt álög á Ólaf og villunum allt ílta því að hann hefur verið að hjálpa bróður baninnar og það eiginlega allir sammála það hvað þetta sé afleitt kona en svo mjög aftarlega í verkinu þá fær hún að segja sína sögu og þá sjáum við í rauninni mjög mikinn hlut af söguþræðum frá öðrum sjónarhóli og þurfum eiginlega að endurskoða allt sem við höfum haldið og þetta er svona bara dæmum það hvað einhvern veginn tengigáfan hjá Eiríki hefur verið virk og rík. En þetta er ævintýrlega saga, hún gerir svona, hann flakkar á milli heima, mannheima og álfheima. Já, það er svona, sko, hluti af persónugalleríinu er í rauninni þjóð huldufólks á Íslandi sem að býr neðanjarðar og það samfélag sem á margan hátt svona kannski menntara og fallegra en skár en við sko. En svo á hann líka sko samskipti við fólk sem útlagar á Arnarvatnsheiði og líka biskupinn og hann heitbundin konu á Hornafirði sem heitir Ólöf, reyndar eins og síðasta kona Eiríks sjálfs. Þannig að það eru svona alls konar þræðir í þessu og Þetta er ferðarsaga íslensk samfélag á þessu tíma. Já. Gætirðu notað það? Finnst þú þekkja betur samfélagið? Já, sko samfélag, sko annars vegar íslensk samfélag en svo er raun einhver valkostur við þetta samfélag. Og þar bara kannski aðra réttar reglur í gangi og Ólafur, hann nú sko sakaður að bera ábyrgð á dauða einnar konunnar að því hann hafi sprengt hjartað í henni með því að hef ég samband við þessa konu Hornafirði sko og pabbi þessarar sem að deyr úr sorg að hann vill nú bara koma eiginlega Eiríki fyrir Kattanef en það krafist dauðadóms yfir honum í álfheimum sko og hann hefur svolítið áhyggjur af því til dæmis vegna þess að dómarinn eða hirðstjórinn sem heitir Jón Hreggviðsson sem svolítið merkilegt að hann var líka ástfanginn af þessari konu sko og var svona ganga eftir henni með grasið í skónum, hann sér fyrir sér sko að hann mun ekki fá réttlæti Ólafur sko en það er þarna persóna sem heitir Góðhjálp sem að sko nú stjúpsystir þessarar
konu sem hefur dáið og hún segir í Álfheimum að þá viljum við að réttlæti sigri og það er svona kannski svona ákveðin viðmið sem að hann kannast ekki við úr mannheimum þar og svo er líka mjög merkilegt sko því stóra hlutverk sem konur hafa þarna að þær gegna stórum embættum og það er í rauninni þær sem eru alltaf að hafa vit fyrir Ólafi og það er til gríðarlega merkileg og góð MR-ritgerð sem að Maríanna Þorsteinsdóttir sem vann að þessari útgáfu skrifaði þar sem hún varpar ljósa mjög margar hliðar á sögunni, tveggja heima sín heiti sú bók og það var margir eins segi skrifaði þetta verk þannig að svona það er kannski svolítið merkilegt að það sé samt ekki þekktar en það er meir sér bara mínir kollegar í háskólanum sko En af hverju er það koma á eftir þessu tími þar sem að þessi svona álfa heimar þóttu vera og valdtíðlegir eða ekki passa inn í bókmennta eða svona þræðina sem tók að spinnast á 19. öld? Nei, ég held að þarna skipti einhverju máli að við teljum að eða svona flestir segja, Jón Thoroddsen er hann ekki fyrsti skáldsagna-höfundur, hann gefur út Pilt og stúlka 1850, það var prentuð bók og hún náttúrulega fór víða og það kannski skýringin á því að þó maður komi hérna með nýtt verk og segja, þetta er kannski fyrsta skáldsagan að þá kannski tekur bara mannsaldur að fólk bekinni það en það er kannski líka vegna þess að þetta er svo óvinlegt verk í byggingu og í bókmenntasögu sem að kom út á ensku 2006 er fín umfjöllun þetta verk eftir Margréti Eggertsdóttur og hún segir að þetta sé nú verk sem minni kannski meira á módernískar eða postmodernískar skáldsögur. Hljóma þannig þetta út af lýsinni sko. En þegar maður fyrir hins vegar að skoða, bara ef þú skoðar 1001 nótt eða þessar skáldsögur sem eru að koma út á kannski sérstaklega 18. öld að þar eru menn bara með alls konar tilraunamennsku sjálfsmeðvitaða sögumann og í rauninni það sem oft er talin fyrsta svona evróska skáldsagan Don Quixote að hún hefur svolítið af þessum einkennum að í Don Quixote eru persónur eitthvað að velta fyrir sér bókum eftir Cervantes sem eru upp í hillu þannig að kannski þessi hugmynd okkar svona þennan sjálfsmeðvitaða nútíma og þessa sjálfsmeðvituðu list að þetta hefur bara fyllt sagnamennsku frá upphafi. Og það kannski nýliðin tími frekar hlé frá því heldur en eða sko einhverjir fræðimenn sem hafa skrifað þetta segja í rauninni að það hafa alltaf verið svona tvær hefðir í skáldskapnum að það er kannski svona raunsæishefðin þar sem að þú reynir að segja frá í réttri tímaröð og svona í rauninni reynir að láta lesandan trú á verkið og svo eru kannski svona þessir fjöllistamenn sem eru með marga bolta á lofti og eru alltaf að segja þetta er skáldsaga, ekki trúa þessu og svo framvegis sko. Þannig að ég held bara að þessar hefðir hafi verið í gangi eiginlega bara alveg frá því á dögum Grikkja og Rómverja sko. Svona ytri og innri einhvern veginn skipting. Já. En hvað getur þú sagt mér Eirík? Já, það er nú ekkit ofsalega mikið vitað mannin. Hann fer til náms til Danmörkur og verður þar hlutirindar af merkilegu leinifélagi sem kallaði Sekta, voru svona íslenski stúdentar en það kannski segir svona sína sögum hann að hann var rekinn úr félaginu held ég bara mjög stutt eftir hann var komin inn í það og menn tala mjög mikið að hann hafi verið svona sérvitur og svo er hann sko hann eiginlega svona hættir í námi tiltölulega fljótlega og er komin í danska herinn og svo svona einhverjum árum setna komin til Íslands en það er ekkert vitað mikið líf hans en það er mjög fín eftirmáli eftir hann Þorstein Antonsson þar sem hann í raunin tekur saman allt sem vitað er og það segir svona í prestatölum og rithöfundatölum að það kannski segir svolítið mannin, það segir í prestatali Jóns Konráðssonar víðilesin maður, gæfulítill
í rithöfundatali sem að Hallgrímur Jónsson skrifar, þá talaði hann sé auðnulítill amlóði og sérvitringur, og Sighvatur Borgfirðingur segir hann var vel gáfaður og fjöllesin, en auðnulítill fyrir mannasjónum, sérvitur mjög og undarlegur, ólaginn þóttan til vinnu. Þannig að sko skarpgreindur maður sem að fittaði ekki inn í samfélagið. Nei, og virðist nú sko Maríanna, hún tengi nú sumt í æfans við Ólaf Þórhallarsson sem að svona kannski ekki maður með athyglisbrest, en allavega þegar kemur ástarmálum þá hann með athyglisbrest, það bara hún finnst hann bara, hver einasta kona sem hann sér er bara svo fegursta sem hann hefur séð og svo framvegis sko. Og við fáum yfirleitt að vita eftir á að það er ykkur álug í gangi, ykkur vond stjúpmóður eða eitthvað slíkt, en svo er svolítið merkildi í lokin, þá er hins vegar svona ein af loka skilabóðunum er bara að hann sé dómgreindarlaus og trúi rógi illra manna og beri töluverða ábyrgð á sinni eigin ógæfu, en það er ágætur formáli sem að Guðbrandur Vigfússon skrifar að þjóðsagnarsafni Jóns Árnasonar, og hann fjallar aðeins Eirík, og það er svolítið lýsing sem mér hefur orðið svolítið hugstað að hann lýsir í þannig að Eiríkur hafi í raunni verið svona hálfgerður flakkari þegar hann er komin aftur í Íslands, og hann hafi eiginlega bæði verið að safna sögum og miðla þessum sögum, og það eru til þessi, getur sagt þessi 2 verk, Ólandssaga og Ólafssaga, og Ólandssaga er greinlega ekki fullbúið, hann er ekki búið með verkið, og menn greinir á það hvort að endirinn á þessari sögu sé bara svona eins og klift sé á þráð, eða hvort sé eðligur endir, en Guðbrandur gefur svona til kynna að jafnvel hafi Ólafur ætlað að búa til úr þessum sögum sko stærri heild. Þannig að mér hefur dottið í hug hvort að mig líkjónum við sko á svona 17. og 18. öld að menn voru að gera eitthvað sem að sko er þetta að kalla smámunasafn, enska hugtækið er svona Cabinet of Curiosities, voru kannski með svona skúffur eða jafnvel svona svolítið eins og prentmót, og fóru að setja svona, hérna var eitthvað skrítið fiðrildi og hérna var eitthvað sem þið fundu nýri fjöru, og það virðist kannski vera bara að hann hafi svona dregið þessar sögur að sér og verið að reyna að koma þeim fyrir í einhverju formi. Það kemur heimsmynd út úr því ef við drögum saman svona það sem er sérstakt í heiminum. Já, frekar heldur en því almenna, það er svona leiðilega sýn á heiminn, það er almenna sem er heimurinn, og þetta er svona mynd af því sem er sérstakar, safnið saman. Já, og við fáum í rauninni alveg heimsmynd, við fáum þarna fólk af öllum stigum samfélagsins, eins og alveg upp í biskupinn og kannski það sem er einna merkilegast að við fáum sko mjög sterkar kvenpersónur þannig og það svona það er svona svolítið þvert á kannski það sem er í samfélaginu að í heimi álfa og huldufólks að þar eru konurnar allavega jafn mikilvægar ef ekki mikilvægar en kallpeningurinn sko. En getur þið séð fyrir þér hvað hann ætlaðist til með þessu? Var hann að vonast til þess að þetta er gefið út, eða var hann bara með þetta í einhverju skjóðu og las upp úr þessu, eða hver er svona útgáfusagan af þessu? Já, það er sko, en segi, það eru til nokkur handrit af Ólafs sögu og það er talið eitt af þeim sé eigin handrit hans sjálfs og mann dettur í huga að hann hafi haft það með sér og haft svona ofana fyrir sig með því að segja þessar sögur eða lesa upp úr þessu handriti í milli bæja, og eitt af því sem gefur það til kynna er að grunnkafla skiptingin hérna eru 4 kvöldvökulestrar þannig að allavega svona eins og hann leggur þetta verk upp að þá sé þetta verk til að miðla á kvöldvökum og kvöldvökur voru bara sjónvarpsstöðvar síns tíma, þú bara þurftir að fara á milli bæja. Það var haft meira fyrir útsendingunni þannig að en hann hefur gangað í skemmtidagskrá með þessu sögum. Já, og kannski bara dæmum svona það sem að sko þeir hafa nú kallað þetta Sigurður Gylfi Magnússon og Davíð Ólafsson berfættu sagnfræðinga, að
það á 18. og 19. öld greinlega, það eru menn sem að svona starfa að bókmennta við bókmennta iðkun eru að yrkja erfikvæði fyrir fólk og eru að skrifa upp sögur og svo framvegis og hann svona allavega í jaðri þessa hóps greinlega en náttúrulega á þessum tíma ef þetta verk skrifað 1800 það er nýfærð að prenta veraldlega bækur hér á landi og kannski flestir svona sem voru að skrifa handrit, þeir voru ekki að hugsa endilega útgáfu á bók, heldur frekar einmitt bara að halda þessu lifandi, halda efni lifandi með munnlegum sagnarflutningi og svo eins segi, svo voru menn auðvitað kópera handritin og svo framvegis þannig að þetta er svona bókmennta vettvangur sem er allt öðru sem við sjáum fyrir okkur í dag. Hefur það haft einhver áhrif og bókmenntir aðras? Þetta verk? Já. Ég veit það ekki. Mér finnst þetta er hún í kjallara og... Sko, ég veit ekki hvort séu bein áhrif. Ég var nú bara, ég hitti Sjón daginn, hann segir að Ólafs saga sé bara einhver almerkilegasta bók íslenskra bókmenntasögu og hann er eiginlega mjög svona hrifinn af þessari hugmynd að þessi fagfræði sé í rauninni komin frá Persíu og Indlandi og í gegnum arabískar heimildi líka að þetta er þannig að og þá þetta sé svona eins og eitthvað svona hálf leyndur þráður sem ekki er mikið ræktaður en lýstast eitthvað íslenska menningu eða hvað. Já og það má kannski segja að það hefur alltaf verið höfundar sem eru að svona tengja sig við þessa hefð og tveir höfundar sem eru taldir svona eða kannski annar talinn vera svona innblástur fyrir svona postmoderníska bókmenntir, Borges að hans uppáhaldsbók var 1001 nótt og hann skrifar ritgerðir og smásögur sem að vísa í það það annar höfundur er Karen Blixen en ef við erum að hugsa svona samtíman að það var bara hægt að taka Codex eftir Sjón sem er í raunnið skáldsögur sem hann skrifar á mjög löngum tíma og hafa eitt svona grunnsöguþráðin eru svona, við getum kallað svona Cabinet of Curiosities svo bara höfundar eins og Bragi Ólafsson að hann hefur verið að leika sér með svona sögumennin í sögumönnum Ófeigur Sigurðsson er annar þannig að þessi hefð er alveg lifandi í samtímanum. Og þeir sem eru að hlusta á okkur og finnst þetta að vera spennandi höfundar þau ættu að kynna sér þessa bók. Já, það ættu allir að kynna sér Ólafs. En sérstaklega þeir sem eru einhvern veginn þarna megin. En það ættu allir að kynna sér sögu Ólafs eða Ólandssögu. Þetta er eins og vegar verk sem kalla á virkan lestur. Og það er kannski það sem er merkilegast við það sem lesandi þú ert komin inn í þriðju sögu þar sem að konu er að segja konu það var ekki gott að vera í símanum á saman tíma. Nei, að þú þarft svolítið að átta það á býtu hver er sögutráðin, hvernig tengist þess að saga hinni þannig að þetta verður næstum eins og gestaþraut og þannig að þeir sem hafa gaman af því að lesa svona frásatning sem kalla á þáttöku að þá eru þetta tímanlaust verk sem er gaman að skoða. En bókmenntir, það er svona eldri bókmenntir og eldri sögur, það tala svona mjög sterkt til samtíma, svo getur bara breyst í samtímanum og allt í nú opnast og það er einhver tímabil sem allt í nú kallar einhvern veginn meira á okkur, þetta er svona að því að fortíðin er einhvern veginn og sagan er einhvern veginn með okkur. Ef ég myndi spyrja bara eins og frekun úttíminn, hvaða erindi á þessi bóku við okkur? Þú getur alveg spurt bara hvað er erindi eiga bókmenntir við okkur almennt það er svo sem ekki tilneitt einfalt svarið því og ég held sé engin tilvíðan að þessi bók kemur út 1987 það er nú alveg upphafi fyrir Sjóns súrrealistans og það er í bókmenntasögunni svolítið merkileg tímaskekkja að kannski passar hún bara inn í ýmislegt sem var í gangi 1987 kallast kannski bara á við töfraraunsæði sem vorum að fá frá Suður Ameríku á sama tíma og svo framvegis og við getum sagt með sama hætti að 1001 nótt sem að er nú talið að
kannski hafi verið að mótast svona sem safn kannski á 8. og 9. öld eitthvað staðar í Austurlöndum, ratar til Evrópu sko í byrjun 18. aldar og hefur gríðarlega áhrif þar inn sko. Þannig að hvort sem að sko einhverjum ástæðum, bækur lenda inn í samfélaginu á ólíkum tímum. Þegar það er tilbúið að taka við þeim. Það getur vel verið, sko, það getur vel verið og það er virðast eiga erindi. Ég veist að það hefur verið erfiðar að tróða pilt og stúlku og mann og konu inn í 84, 85, 86. Já, sko, ef það hefði verið alveg ný uppgötun, við hefum haldið að sko fyrsta skáldsagan hefði komið út 1902 en það eru kannski svona hefðbundnari 19. aldar skáldsögur heldur en þetta verk og ég... Við hefum líka heim svona fantasíu heimum, það eru heilir bara bóka deild orðið til á síðustu árum sem eru fantasíu sögur fyrir hvað er að kalla hálffullorðna eða ungfullorðna. Já, það er mikil fantasíu. Gætirðu lagt þessa bók þar? Alveg hygglus og það er ýmislegt sem gerir sem að stendst ekki svona hugmynd okkar raunveruleikann sko, að fólk breytist í dýr og svo framvegis sko, þannig að það er allt litrófið í þessu verki og kannski ástæðan fyrir því ég hef haft áhuga því ég botna svo illa í því. Mér finnst svo merkilegt að einhver maður 1800 hafi bara með sinn penna og blöð einhvern veginn verið að komponera verk sem er svona skrítið og svona flókið og einhverju leiti er þetta kannski bara svona afurð sko barokktímans bara þú hugsaður sko fúkur Bachs þar sem að hann setur á stað eina laglínu og svo setur hann aðra af stað þegar hinn er byrjuð að það er svona, þetta er svona flókin smíði sem ég finnst bara svo forvitnilegt að sökkva mér í. Heyrðu, Jón Karl, takk fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja okkur frá Eiríki Laxdal og Ólafi Þórhallssyni. Takk svo leiðis. Þetta látum við vera lokin í þættinum í kvöld. Ég hvet alla sem að vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna að hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi. Það er gert með því að læka síðurnar á Facebook og YouTube. Þið getur líka dreift efni úr samstöðunni, það hjálpa okkur að byggja upp dreifinguna. Því sem að vilja hjálpa okkur við að styrkja samstöðuna getur gengið í Alþýðufélagið en Alþýðufélagið á samstöðuna og þar með allir félagar í Alþýðufélaginu. Félagsgjöld í Alþýðufélaginu eru ígildi áskriftar að samstöðunni 2.000 krónur á mánuði. En ég þakka öllu gestum minni kærlega fyrir ykkur sem að stöldruðu við til að hlusta og segi góða nótt.